Segja má að í Skagafirði sé saga undir hverjum steini og Skagfirðingar hafa verið duglegir í gegnum tíðina að heiðra upprunann og gera forfeðrum sínum hátt undir höfði. Eitt þó að segja frá með blik í auga en annað að bókstaflega bjóða fólki að taka þátt í sögunni með nýjustu tækni. Þannig það á nýopnari sögusýningu 1238 Orustanum Ísland eða upp á ensku The Battle of Iceland. 1238, nafn sýningarinnar, tilvísun í árið sem fjölmennasti bardagi Íslands sögunar, Örlygsstaðabardagi, átti sér stað þann 21. ágúst. Þá kannski laust þessum fylkingum saman í kannski fyrsta skipti og á mjög örlagaríkan hátt og sem að þetta hafði svo áhrif á gang sögunar allt eftir það, sko. Þannig að og þess vegna hann kannski valinn líka sem svona okkar áherslu atriði. Það auðvitað féll Sturla Sighvatsson sem var manna fríðastur og mesta hetjan á landinu á þessum tíma og hann féll í þessum bardaga ásamt föður sínum og bræðrum og þótti mikill skaði af því og svo auðvitað gengur svolítið áframhaldið af sögunni og þessu út á hefndir og svo framvegis. En það auðvitað var þessum atburðum svolítið svona fjarstýrt af Noregskonungi sem var að nota þessa höfðingja hér á Íslandi til þess að komast til valda og vinna landið undir sig, Ísland undir sig. Í lok Sturlungaaldar náttúrulega mistum við sjálfstæðið og sem við fengum ekki aftur fyrir 100 árum, 101 ári. Helgi Sæmundur Guðmundsson, tæknistjóri sýningarinnar, tók á móti okkur innst í safninu þar sem ég fékk að stíga nærri því 800 ár aftur í tíman og berjast með Sturlungum í Örlygsstaðabardaga. Ég nýbúin að prófa sýndarveruleikann, taka þátt í Örlygsstaðabardaga. Já, barðist mjög vel. Já, takk. Ekki mál. Ég lagði mig fram. En þetta sko eiginlega alveg bara ótrúlegt. Já. Þú veist, þetta það raunverulegt, maður býst ekki alveg endilega við því, sko. Nei, fólki bregður alveg stundum, sko. Og svona, áður en ég kom inn í þetta hafði ég prófað nokkur sinnum, nokkra leiki og Everest, sama fyrirtæki gerði Everest upplifunina. Og en mér fannst ekkert einhvern veginn eins og þetta, sko. Þetta alveg, bæði saga, þú fær sögu og svo ferðu, þú veist, á Miklabæ þar sem allt gerðist og þar allt umhverfið fjöllin og svona skannað inn, sko. Þannig að þú veist, ef þú ert af svæðinu þá kannastu strax við því, sko. Og svo þessi bardagi sem alveg spooky, spennandi. Já, það allt í einu kemur bara, sko, herflokkur ríðandi þarna á mótsemanni. Já. Og maður á bara að tína upp steina og spjót og reyna að bjarga sínum manni. Gera eitthvað, bjarga á Sturlu. Já. Elsku kallinn. Elsku kallinn, það fór ekki vel fyrir honum. En þetta samt, sko, hvernig það? Er fólk á öllum aldri að prófa þetta? Já, algjörlega, sko. Þetta alveg fyrir alla. Við höfum verið með alveg pínulitla krakka, töluvert eldra fólk. Og hvernig finnst þeim? Bara geggjað, sko. Þetta þú veist, við erum með svona safe mode sem svona, þú veist, minnkar aðeins, svona intensity í bardagann, sko. Já, ok. En þetta spennandi en þetta samt mjög viðráðanlegt, sko. Já, en þetta gerir svolítið raunverulegt að þú veist maður fær svona víbring þegar að kasta í mann steini og þú veist, það kemur alveg svolítið óvart. Algjörlega. Og þetta þú veist, leikurinn vel gerður, sko. Þú veist, fyrirtæki sem heitir RFX sem gerði leikinn, eða upplifunina. Og þú veist, vel hljóðsett og lúkka vel og maður finnur fyrir þessu, sko. Þáttakan í bardaganum ekki aldeilis það eina sem hægt að upplifa á sýningunni. Og eins hægt bara að lesa eins og hefðbundnu sýningu alls konar texta og fræðast hvað var að gerast á Íslandi á þessum tíma og af hverju verður þessi borgarastyrjöld sem að virkilega geisaði á Sturlungaöld. Við fáum leiðsögn sýninguna frá Svanhildi. Hér fær maður innsýn inn í lífsögu hetjana úr Sturlungasögu, hvernig bjó fólkið, hvers konar fólk var þetta og hvernig fléttaðist það inn í söguna. Ýmsir listamenn, bæði heimafólk og erlendir, hafa sett svip sinn á sýninguna með fallegum munum sem eru gerðir eftir lýsingum í sögunum og því sem hægt að gera sér í hugarlund að höfðingjar Sturlungaaldar hafi átt. Hérna inni snýst þetta meira upplifun. Hlusta og horfa og taka einhvern veginn inn. Já, tónlistin mjög áþreifanleg. Já, hún það eiginlega.
En þetta er náttúrulega texti sem var saminn 1208 af Kolbeini Tumassoni sem að dó í Víðinesbardaga. Það er í rauninni, heitir á ensku augmented reality. Þá ertu með borð fyrir framan þig af Húnaflóa og horfir á þig gegnum iPad og þar getur þú séð þennan Húnaflóa bardaga eiga sér stað. iPadin býr til skipin og bardagan og nokkra effekta, ský og steina og eld og svoleiðis. Já, þar er maður líka þátttakandi, sko. Og getur skotið steinum og eldi á milli skipa. Það er ekki bara saga í sýningunni sjálfri, en húsnæðið er líka merkilegt. Sýningin er í gamla mjólkursamlaginu og upplýsingamiðstöð ferðamanna, lítil verslun og veitingahúsið Grána Bistró er í gamla kaupfélagshúsinu Gránu sem var byggt árið 1904. Þetta er sögufrægar byggingar sem búið að taka hérna í gegn með miklu myndarskap og það var held ég annarkvort að gera það bara að taka þér verulega í gegn eða jafna við jörðið eitthvað því að þetta var alltaf bara búin að vera. Já, þau eru búin að vera í niðurslu mjög lengi þessi hús, þannig að það var komið tími til að gera eitthvað fyrir þau. Já, og nýta á skemmtilegan hátt, já. Algjörlega. Og svo erum við veitingastað og kaffihús hérna í Gránu. Já, við erum hérna með svona bistró, kallar það Grána Bistró. Og hérna ætlum við að bjóða fólki upp á svona léttar veitingar úr héraði. Ég og við erum mikið áhuga fólk það að nýta það sem við getum hérna úr héraðinu, úr skaffísku matarkistunni og erum að bjóða hérna upp á vefjur til dæmis sem eru framleiddar í Sauðárkróksbakaríi en við bökum hérna á Hellu. Og svo erum við með inn í þeim rækjur, heitirikta bleikju, lamb, grænmeti og salat frá Laugamýri og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að notfæra okkur allt sem við mögulega getum fengið hérna í héraði til þess að gera skemmtilegan og góðan mat. Og svo er þetta líka kaffihús, þannig að við erum með alls konar kökur og krúðir í, eitthvað gott að fá sér. Það er hægt að fá eitthvað sætt líka. Já, algjörlega. Og svo erum við líka að bjóða upp á safa eða djúsa og búst, bara pressa á staðnum. Þannig að þetta er svona aðeins nýjung í flóruna hérna á Króknum. Hægt er að kaupa sér áskort á sögusýninguna á sanngjörnu verði. Þannig að heimamenn og fleiri geta gert sér tíðar ferðir á 1238. Æfingin skapar líka meistarann í sýndarveruleika bardaganum, svo það er að gera að mæta reglulega í þjálfun í steinkasti. Okkur langar til þess að fólk sé stolt af þessum stað, bæði að bara gæða að þetta sýningunni fyrst og fremst, en líka að hér sé hægt að koma og gera vel við sig og hafa það notalegt.